Góða kvöldi og verið velkomin í þessu útsendingu að leik Skagamanna og Ármanns í fyrstu deild karla í körfuknattleik. Hér að fara fram sanngjarnlegur botslagur, tvö neðstu liðin í deildinni og líklega hvorugt liðið sem er sátt með hvernig gengið hefur. Ármann leikið 12 leiki og enn ekki unnið neitt. Skagamenn keppt 12 leiki, einnig unnið 3, tapað 9 sinnum með 6 stig og ætla sér líklega betri hluti hér eftir jól heldur en við gengið fyrir. Þannig að það má búast við hörkuleik hér í kvöld. Sjálf heiti ég Björn Þór og verð með ykkur inn í kvöld. Byrjunarlið Skagamanna er þannig skipað að Jón Orri, Siggi Rúnar, Björn Steinar, Derek Sjás og Áskell hefja leik. Og hjá Ármanni er það Magnús Ingi, Arnþór, Helgi Hrafn og Eysteinn. Það er Ármannsmenn sem hefja hér fyrstu sóknina. Björn Steinar, brotlegur. Þeir voru ekki lengi að koma sér á vítalínuna í byrjun. Það er Helgi Hrafn. Fyrst ofan í. Og það seinna einnig. Það eru Skagamenn. Siggi keyrir, nei, hann gefur boltan bara út af. Og það er svo stuttur, þristur sem gekk ekki upp. Það eru Skagamenn sem haldi svo. Þeir Sjás. Nei, hann klikkar. Og þá Sjás snyrtilega gert, stelur boltanum og setur niður fyrstu 2 stigin niður fyrir Skagamenn. Vel gert. Vel gert. Þau sagði hann, bæði lið líklega hungrið sigur, þeir hafa verið fáir það sem hafi tímabili, en það breytist oft á milli eftir jólafrí. Hvernig að Siggi, Derek Sjás átti þessa sendingu á hann og þetta er snyrtilega. Ég er bara að gera það sem hann þurfti að gera, leggja boltan á hann í körfuna og Skagamenn komast í forystu, vonandi halda þær henni bara út allan leikinn, það var henni bara óskandi. Nei, þeir jafna strax og það er og Derek Áskell þristur og hann er bara ofan í. Snyrtilegt. Þá kemur inn á leikmaður sem við Skagamenn ættum að þekkja. Þórleifur Baldursson spilaði hér Akranesi í nokkur ár. Eða bara, náttúrulega héðan bara úr Hvalfjarðarsveit. En það klikkar. og Jón Orri sem hirðir frákastið þessu.
Derek. Já, þetta verður ofan í. Og Derek keyrir frákastið, keyrir upp og Siggi Rúnar, nei, það er brotið á honum og hans gamli samherji Þorleifur sem gerir það. Og Siggi setur fyrst ofan í. Og seinna sömu leið. Eysteinn sem setur þessi stein yfir fyrir Ármann. Björn, þrýst, þetta er en það fyrir Áskell og reynir, nei, klikka líka. Jón Orri er ákafastur þarna eftir að halda boltanum og Áskell á Sigga, nei, æjæjæjæjæj, það er ekki gott. Það er Eysteinn á körfunni, klikkar en það fylgir sér eftir. Já, þetta var óöfilegt. Ekkert, það hefði farið ofan í hérna á hann. Og Derek setur þessi stig ofan í. Derek búinn að vera góður á þessu tímabili. Hans fyrsta ár með Skamanum. Derek, snirtileg sending á Björn sem klárar þetta bara. Nei, þessi finnum bara út af haustinni. Björn. Nei. Nei. Gott fólk, mér var að berast til að erna að hérna fyrir utan hafi fundist glæsilegur GSM-sími í tösku eða í svona hulstri. Þið með endilega kanna vasana hjá okkur. Ef að þið ykkur vantar síman ykkar þá er hann í sjoppunni hjá manni vann. Formaðurinn auglýsir hér farsíma sem fannst ef einhverjum vantar. Einhverju týnd farsíma fyrir utan Vesturgötuna, þá er hann í sjoppunni hérna, svo þið vitið það. En leikurinn fyrir ágætlega stað fyrir Skaman. 15 stig móti 8 Ármanns. Nei, jú. Á pappírunum eru Skagamenn betri, þeir ættu að hafa hann leik
maður veit aldrei. Skagamenn töpuðu á móti Ármanni á síðustu leiktíð sem voru nokkuð óvænt úrslit og við vonum að það gerist ekki hér í kvöld. Já, Derek snittilegt. En inn á fyrir Skagamenn eru komnir tveir ungir drengirnir Karvel Lindberg og Andri Jökulsson sem einnig komin inn og hann er að spila sinn, koma hér inn á í fyrsta sinn fyrir Skagamenn. Skagamenn hafa verið að keyra á nokkuð ungu liði eða allan ungum hóp. Þetta byrjunarliðið hafi kannski ekki alltaf verið ungt í vetur, þá hafa verið að gefa hinum ýmsu ungu leikmönnum tækifæri. En þessi fara bæði ofan í. Og Andri reynir bara strax, nei, þessi var nú allt og stuttur. En maður verður að reyna. Þessi veldur ekki hún í, Karveli hirðir þetta. Karvel búinn að fá nokkra mínútur í vetur. Ungur efnilegur. Og það eru Derek Sjás og þessi fyrir ofan í. Derek setja niður sín 11. stig með þessari körfu. Það er ágætis byrjun. Þokkabót með 3 stóðsendingar. Og hann fyrir upp í þrist. Hann fyrir líka bara ofan í. Það þannig að hafa gætur á honum með ekki illa á að fara. Og Helgi, Jón Orri næst komst inn í sendinguna en Ármann heldur boltanum. Björn, þristur, hann er ofan í. Þeir eru orðnir býsna heitir. Já, lítið að gerast. Jón Rúnar er einnig komin inn á, gamall Skagamaður, hann klikkar hérna. Þeir eru bræðurnir inn á Þorleifur og Jón Rúnar sem Skagamenn ætti að kannast við. Og það er Andri, klikkar. Já. Það er lítið að gerast í sóknarleiknum. Tíminn er bara reynilega að fara henni út. Nei, Þorleifur er ekki að halda þessari sendingu. Og þá kemur Siggi Rúnar aftur inn á fyrir Jón Orra og Stefán Kaprasíus kemur inn á fyrir Björn Steinar. Þá er meðalaldurinn á býsna lár í skagaliðinu. Ekki frá því bara Sigurður Rúnar sé elsti maðurinn á svæðinu. Stefán, klikkar. Hérna eru allavega 3 leikmenn sem eru undir 20 inn á. Nei, klikkar. Hann nær frákastinu. Nei, klikkar einnig á því.
þá Karvel og Derek og Andri. Nei, klikkar. Og koma Ármann menn og það voru 2 en hann fyrir ekki ofan í. Lítið eftir að leiklitunum. Stefán, nei, klikkar. Rétt rúma 30 sekundur eftir og þessi mistekst. Skamin hefur boltan. Það brotið andra Helgi sem gerir það. Og Siggi, nei, það brotið á honum einnig. Og Siggi fer á línuna. Og 2 örugg á hann, vonandi leikur hann saman leik. Ég hefði kannski átt að segja þetta, klikkar það. En seinna, það fyrir ofan í. Þá heldur Ármann í líklega síðustu sókn leikhlutans. Og nei, klikka frá. Nei, þetta rosalega klaufalegt hjá Ármannsmönnum og þetta Erik Sási kemst inn í og hann gerir þetta smekklega. Þetta afskaplega. Þetta ekki gott að missa boltan svona. Það ágætt fyrir okkur, hins vegar. Eftir fyrsta leikluta þá lítur þetta ansi vel út fyrir Skagamennir, 18 stigum yfir 28-10 og vonandi halda bara þessu striki, bæta við forystuna og þetta verði bara þetta verði endi allan að vera sigur því okkur vantar sigur. Það er að fara í ansi strempi prógram í janúar, margir leikir. Það verður gott að byrja á sigri í því öllu saman til þess að fá upp sjálfstraust og svo geta menn farið að byggja ofan á það.
En annar leikluti í það mynd að fara á stað. Skagamenn byrjaði þar sama lið og lauk þeim fyrsta. Já, það verður þetta allt saman að staða aftur. Og Stefán. Nei, það er brotið á honum. Andri fyrir bara upp í skot. Klikkar. Og Helgi keyrir bara körfin. Nei, klikkar. Þorleifur gerir sprotlið þarna. Nei, þetta er ekki gott. Og Eysteinn hefur klikkar. Siggi núna nær boltanum. Það fær svo Karvel. Siggi. Og Derek, hann setur hann bara. Hann 17. stig. Ármannsmenn eru mikið að skjóta inn í teig en eins langt inn í teig og mögulega geta. Já, vel gert hjá Stefáni. Og það hefur ekki reynst vel hingað til. Og það halda ég að fram Þorleifur skýtur. Þeir eru alltaf aðeins inn fyrir þriggjastigalínuna, bara að skrefinu þegar taka skotið. Andri klikkar þarna. Erfið sendingi núna hefnast. Það var skemmt. Já. Það hefði nú verið bara virkilega skemmtilegt stig. Það var Andri fyrir körfuna. Nei, klikkar. Siggi svona brotlegur. Breytir Helga. Jón Þór segir að hann hefði nú bara átt að gefa honum skotið. Og þá Sindri Levi kemur hér inn á fyrir Andra og ekki eldist liðið við það. Hér ágreinilega spila á ungum leikmönnum í kvöld. Og Sindri, já, hann byrjar þetta skemmtilega, hann endur bara í þrist. Fyrsta sem hann gerir, Stefán er að komast inn í sendinguna, það hefnast ekki. Og Derek, nei, bara þannig boltan enda með því að Siggi fellir. Arthur.
Það er ekki að hverju degi sem sjáum feðga saman inn á vellinum hjá ÍA. Það er gaman aðeins. Sindri. Og Derek nær samt frákastinu. Jón Orri komin aftur inn á. Arþór reynir þrístefna, klikkar. Þeir hafa ekki skorað ennþá Ármannsmenn í þessum leikluta og það er fyrir að líða því að hann verði hálfnaður. Sem boru gott fyrir okkur. Derek ofan í. Já, virkilega smekklegt. Björn Steinar kemur inn fyrir Derek. Og Eysteinn og Magnús Ingi kom út af og Jón Rúnar kemur inn á samt. Nei, þessi var óstuttur áskili. Og Jón inn á. Vandræðagangur í sókn Ármanns og þeir ná ekki að setja sin fyrstu stig í þessari sókn allavega. Og hann fær bara freka frýtt. Nei, það er klika samt sem aður. Það var vegg. Nei, þetta er bara, já, ég held að þetta var ruðningur hreinlega bara, en svo var það ekki. Sá þetta kannski ekki nógu vel. Það var Helgi þarna og Björn Steinar sem áttist við, en Björn Steinar harkar þetta bara af sér. Já, og Sindri, Jón, og Sindri aftur, og Sindri, hann er að koma skemmtilega inn í þetta. Og með 5 stig, virkilega vel gert. Nei, þessi fyrir ofan í, hann að koma að fyrstu stiginn og það er skagamaðurinn sjálfur, Jón Rúnar sem setur þau. Og óvinni margir skagamenn inn á. Þá er nú það kemur Þorleifur. Það er Þorleifur fyrir út af minna og Gunnar Jó. Býtum við. Fyrir Skagamenn þá kemur Gunnar Jóhannesson inn á. Fyrir Karvel. Það er búið að rótira mikið leikmannum mér í kvöld. Já, Björn Steinar klikkar fyrir hjá Skagamennum. Ég held að það séu nú þegar allir í hópnum búnir að koma inn á. Ég ætla nú samt ekki að fullera það. Það var Helgi. Æ, sá nú ekki komst inn í þetta. Björn Steinar held ég.
Blaka boltanum út af. Þarna dæmt. Skagamenn. Herri, styrstilega gert. Magnús Ingi setti það niður 2 stig, fær víti þar sem hann getur bætt því 3 við. Nei, Blikarnir þeir hirða frákasti sem stemmt, en Jón Orri tekur þetta þegar Eysteinn að koma boltanum í körfuna. Ásgeir og Nei, Sindri gefur boltan frá Jón. Heyrðu mig. Þeir leika saman leikinn, skora og fá víti. Fínn kafli á Ármanni núna. Já, vítið fyrir einni ofan í Magnúsi og það er Ásgeir, Sindri, Björn, þessi lekur ofan í. Já, þeir Magnús þótt að forystan sé mikil þá þýðir ekki að sýna kæruleysi. Þetta Magnús brýtur þarna Jón Orra. Inn á kemur aftur leikmann nr. 13, Andri Jökulsson. Andri Jökulsson aftur komin inn á. Þá fyrir Sindri inn á. Sindri átti góða innkomu. Skoraði 5 stig. Átti frákast og stóðsendingu. Og Jón Orri setur fyrst ofan í. Fyrra ofan í. Seinna fer sömu leið. Helgi þetta ansi, já, fallegt. Þetta var langur þristur hérna sko sem fór ofan í langt ykkur. Herði, það er bara skyndisókn og bættu 2 stigum við. Já, munurinn 21 stig. Þannig að Skagamenn hafa nú bætt við frá. Já, þannig að virkilega verið gert hjá Jóni Orra og Áskeli þarna, virkilega smekklegt. Fallegt spil. Já, herði, skemmtilegt. Nei, þeir halda svona boltanum. Magnús setur 2 stig ofan í. Ármann búinn að vakna til lífsins eftir þeir voru lengi að skora sín fyrstu stig. Tók 5 mínútur að skora sín fyrstu stig í leiklutanum, en síðan þá hafa þeir skorað 16. Skagamenn missti boltann. Þá kemur Þorleifur inn á. Eysteinn fyrir út af.
Og Andri, nei, líkar, hann nær sjálfur frákastinu og gefur að Jón Orra og hann setur hann ofan í. Já. Og Þorleifur upp í þrist, nei, hann líkar. Helgi hrifinn að því að hann sé langt í burtu þegar hann tekur sína þrista en eitt fór ofan í hann, þannig að hann kann þetta, en þessi fyrir hendar ekki ofan í. Björn, ég sá nú ekki hvort þetta var 3 eða 2. Nei, þetta var 2 stig. Björn Steinar. Helgi. Nei, jú, herðu, hann fer ofan í. Og það er Áskell fyrir þrist og þristurinn ofan í. Vel gert. Skaman gera brotlegir. Magnús klikkar það í fyrra. Og það setja fyrir ofan í. Það er bara 4 sekúndur eftir. Klukkan fyrir hann drakk í gang. Þeir greiddu þarna einhverjar. Nei, hann nýtir sér þetta ekki. Staðan 54-29. Sem er býsna mikill munur. Og vonandi að Skagamenn haldi honum. 25 stig munurinn. En ég ætla að taka mig smá pásu og kem hérna að vörmuspori.
Jæja, þá fyrir alltaf hefjast að 9:54-29 þegar þriðleiklutu í þá mund að fara að hefjast. Svo við förum yfir að þá Derek Sjás með flestu stigin hjá Skagamönnum, 21 stig, Jón Orri með flestu frákostin, 9. Derek kemur þar eftir með 8. Og Derek með 4 stóðsendingar staðan núna. Þannig að hann hefur átt góðan leik en spilað öllu minna heldur en vanalega þar sem það búið að vera að gefa ungum og efnilegum strákum sénsir í kvöld. Síðan meira rót á liðinu og það bara gaman að sjá hvernig ungu strákarnir eru að koma inn í þetta. Og Ármann, nei, þeir missa boltan, nei, Sjá sefar hann ekki, þar Helgi kemst í hann, leysir þetta. Nei, boltin allar ekki ofan í, Karvel, nei. Helgi búinn að vera eins og, nei, þetta var Jón Þór enda núna, Jón Rúnar meina ég. Jón og Helgi, nei, klikkar. Jón Orri átti þetta. Derek Sjá sagði bara þeir tvöfald á hann og ná boltanum á honum bara. Snittilega gert. Helgi, nei, maður á ekki. Svo ná bara frá ofan í. Herru, það bara klaufagangur og rugl hérna í byrjun hjá báðum liðum. Já, nei, Derek næstu komin inn í sendinguna, Jón Rúnar. Og þá það Magnús sem setur 2 stig. Já. Já. Nei, þetta klikkar. Og þá Karvel, nei. Jú. Það fyrir að línuna. Hans fyrstu vítaskott í kvöld. Fyrir að prófa hann í. Klikkar þið setna. Siggi. Já. Snyrtilegt. Magnús fyrir. Nei, klikkar og Jón Orri heyrðir þetta undir görunni. Og Andri.
Klikkar. Já, Derek kemst inn í... Nei, þetta allt og Andri... Nei, Magnús. Lækar þessu út af. Heldur erfið sending. Þá kemur Björn Steinar inn á Jón Orri. Frút af. Já, Skami komast inn í þetta og Björn Steinar yttrist, nei, allt og stuttur þessi og endar út af. Nei, það klikkar einnig. Það Björn reynir sendingu og Sigga, hún hefst fyrir rest og Siggi setur hann ofan í. Og Þorleifur, nei, hann klikkar. Já, skref á Þorleif, dæmt. Andri, Björn. Arthur, brotlegur. Andri fyrir bara í þrist hérna og hann bara snirtilegur. Virkilega ákominn. Hann kominn á blað, Andri, hér í kvöld. Að fá fleiri mínútur en já, þetta svara með 2 stigum. Nei, herðu, Þorleifur hann bara hirðir hann af Sigga þarna. Virkilega vel gert. Helgi og þessi verður ekki ofan í. Dómarinn segir að Þorleifur hafi slegið út af. Þorleifur er ekki sammála þessu. Og skref á Björn. Það þrýstur hérna, nei, hann er óstuttur og Þorleifur leikur allt í suluna til að ná þessum en tekst ekki. Og það er Karvel sem setur þessu 2 stig niður og munurinn orðinn 31 stig, 64-33 sem er heldur mikið. Það klikkar hérna og það er Derek og Siggi, hann setur hann ofan í. Sittilegt. Hei, þessi fer bara út af, honum bakast út af.
Inn á liðskapar kemur númer 8 Ásgeir Jónsson. Ásgeir kemur inn á fyrir Andra. Og Þorleifur og Magnús setjast allan á bekkinn í Ármanni. Eitthvað vandræðagangur á byrni. Nei, skilur honum að Derek og frábær sending á Derek þarna. Þetta var virkilega fallegt og Karvel setur hann ofan í. Fallegt á Derek. Já, nei, það klikkar og Siggi hýrði þennan. Ég beðum hreyfingu í liði Ármanns og Jón Rúnar gefur og Derek stelur þessu. Nei, Áskell minn, þetta sko er ekki nógu gott. Þetta að fara ofan í. Jæja, höldum áfram. Munurinn 35 stig. Og það fyrir að fyrir ofan í. Ekki að seinna. Siggi hittir þetta. Erfið sending hjá beinni hérna sem enda með því að ég held hreinlega Ármann að ég hýrði hann að bolta. Nei, það er mikið reikistefna hérna hver á þennan bolta. Það er skamen. Við komumst vonandi til bolts í þessu öllu saman. Ég veit ekki fari. Þá hefst þetta aftur. Derek. Já, en Siggi hann allar ekki að láta taka á sig boltan. Þetta skipti Derek fyrir að körfinni. Jæja. Það er og hér er þristur sem við erum ofan í. Snirtilegt. Þorsteinn hana. Og Siggi erfitt. Jæja, en hann fær að fara á línuna. Siggi kom með 11 stig í kvöld. 7 fráköst. Það er 12 fyrir þarna niður. Og það seinna sömu leið. Já, þetta verður ofan í hjá Ármanni. Ja. Björn kemur sér á línuna.
Innan kemur aftur í Skaman Stefán Kaprasíus að koma inn á hér fyrir Karvelsson. Klikkar að fyrra, Björn. Já, ég seinna einni. Tristur, nei, klikkar. Björn, hér frákastið. Derek á Áskel. Og Stefán setur þetta ofan í og kemur svo lína. Virkilega fallegt hjá unga stráknum. Snyrtilega gert. Ja, klika. Herru, Siggi hirðir þetta bara. Á bara að taka þér aðra sókn. Og skell fyrir Trist. Nei. Já, Stefán fer þarna í andlitið. Þetta á hann. Já, Björn setur blækir þessum út af. Þetta erfiða sendingu fyrir Helga. Þór. Nei, Derek. Skoðu klukkan tifar. Og það Arnþór og Jón Rúnar. Nei, Arnþór. Já, hann setur hann ofan í. Ármann á þennan bolta. Lítið eftir að þriðja leikluta. Það er bara þessi sókn, 16 sekundur sem við fá til þess að koma boltan niður. Helgi reynir alveg fráleita sendingu, allt og há. Hann er að skæða menn fá 10 sekundur til þess að gera betur en þetta. Og þetta er bara, hann bara sleppur eitt í gegn. Hann þurfti bara að koma virkilega snyrtilegt, þurfti bara að koma sér fram í einum þarna og þá var bara sofnaði vörn Ármanns. Munurinn er 33 stig og það þarf eitthvað, það er rosalegt það sem ég hef séð gerast inn á körfuboltavelli til þess að Ármann snúi þessu við. Það er sést líka á leiknum núna að það er svona aðeins meira deyðið í þessu kæruleysi.
Hafsfjörður leikluti 74-41 staðan. Og Þorleifur klikkar og bróður hans hýrði frákastið en klikkar. Það var Helgi, þeir hýrðu öll frákastið samt og Jón Þór, og þá kom að því skagamenn með þessu, Stefán gerði það. Og Stefán, klikkar hana. Þorleifur fær á sig dæmt skref aftur. Ekki sáttur samt. Áskell, frábær sending á Áskell þarna, alveg virkilega flott á Stefán sem setur niður sitt 4. stig. Og það þrýstur, klikkar. Þorleifur alltaf náða þessu, Jón gerir það. Þorleifur, hann heyrði þetta sjálfur aftur, Nei. Ekki gekk þessu sóknu upp. Þar að skagamenn. Björn fyrir bara í þrist. Þetta er alltaf skemmtilegt. Áskell skýtur, nei, hann hoppaði ekki aðeins og snemma upp. En skagamenn eiga samt sem áður boltan. Björn. Nei, þetta klikkar. Núna gera skagamenn. Derek kemur inn á fyrir Björn Steinar og Sindri Levi kemur inn á fyrir Áskell. Ánumann menn ekki sáttir, fengu ekki vítið sem ég held að þau var að fá. Sindri, það er skemmtilegt þetta frá ofan í að byrja báði síðan innkomur á þristi. Hann gerði það í öðru leikluta þegar hann kom inn á, þá byrjaði hann að setja einn þrist ofan í. Fyrsta sem hann ákvaði að gera, það er Derek stelur honum hana og setur hann ofan í. Derek Sjá. Já, þetta er þristur.
Sindri kemur svo línuna. Klikkar í fyrra. Já, klikkar seinna líka. Kemur ekki að sök. Já, Magnús setja þessi stig niður. Og Stefán, nei, skref þarna á Stefán. Hánumörg skref, finnst mér búið að vera dæmd í þessum leik. Við erum náttúrulega bara klaufaskapur. Derek, já, Jón Orri blækar þessu til Stefáns og Stefán setur þetta ofan í. Virkilega fallegt til Stefáni sem er komið 6 stig. Nei, já, Stefán heyrði bara frákasti líka. Kemur fram. Já, hérna fiskar Þorleifur ruðning á Stefán. Og það er leikli. Staðan 80-46 sem gerir það að munurinn er 34 stig. Fimm mínútur eftir. Derek stigahæstur skamunum, 25 stig. Jón Orri með 13 fráköst. Derek með 7 stóðsendingar. Já. Og já, snyrstilega gert. Magnúsi. Það er Andri, þristur. Hann kíkir ofan í, hann fer að kjalla liðið. Það er Stefán brotlaugur. Magnús þarna. Sigur á vítalínuna. Bæði frá ofan í.
Andri, Derek á Sindra og Sindri á Helgi. Hann neitar því að Sindri fari nokkuð lengra í þessari sókn. Það var Sindri. Aftur er það Helgi sem tekur þetta af honum. Það er já, Stefán, já, Stefán heldur áfram að setja niður stig, 8. stig. Og þá, nei, Karvel brýtur þarna. Fyrir ofan í. Ykkur setna, Stefán hann kominn í barátuna. Sindri, hann verið þrist bara. Hann er ekki hræddur við það drengurinn. Láta bara vaða. Sindri, já. Æ, hann gefur þetta beint í hendurnar á drengjunum í Ármanni. Og þeir setja niður, 2 stig. Já, snýstilegt, Andri hérna á Derek og Sindri þrist klikkar. Sindri, sjá, snittilega gert hjá Sindra þarna en hann fyrir allan á línuna. Þá kemur við skafan í fyrstskipti nummer 5, Jón H.K. Traustason. Hér gerir skafan með breytingu, Stefán fyrir út af og í fyrsta sinn í kvöld kemur leikmaður nummer 5, Jón. Og Sindri. Já, fyrir að frá hann í. Setna ekki. Helgi, já, fallegt. Það býst ná ungt liði núna. Derek setur ofan í, þetta er yngsta sem, örugglega yngsta byrjunarlið, nei ekki byrjunarlið, þetta er yngsta lið sem Skamin hafa verið með inn á í alveg ansi langa tíma held ég. Því Karvel, Sindri, Andri og Jón, allir inn á einu. Jón Traustason. Gunnar Jóhannesson kemur inn á fyrir Derek. Ja, nú erum við að tala unglið. Hér eru allir undir 20. Andri fyrir skot.
og Ármann setja niður 2 stig. Klaufalegt. Já, Andra hundar þarna, missa boltan út af. Já, ef allan Ármann hefur það fram með skam, en núna er líkamlega burðið, það er ekki að villast. Og Helgi fyrir að víta punktinn, línuna, setur fyrir ofan í. Já, Skammur var svo Sindri hérna, Karvel. Gunnar. 5 sekúndur eftir á skotklukku, þeir þurfa bara að gera núna, já, herðu. Karvel fer á línuna, Jón Rúnar brýtur á honum. Fyrir ofan í. Seinna sömuleiðis. Öruggur á vítalínunni. Og Ármann. Þeir setja líka niður 2 stig. Andri, já. Það er brotið á honum, Magnús. 30 sekúndur eftir á leiknum. 87-61 staðan. Já, það gerist tvisvar saman kvöldið. Formaður bendir hér á að það eru feðgar inn á sama tíma núna. Það er maðurinn á moppinu og Sindri Leví Ingarsson. Leikmann Skagamanna, það er gaman að þessu. Annarsinn í kvöld sem þetta gerist. Feðgar sér saman inn á. Fallegt er það á Sindri. Já, honum. Já. Hann setur bara þrist niður þarna. Þeir eru ferskir strákarnir hérna. Þrátt fyrir að vera ungir þá standa þeir alveg í ánumálsmönnum. Inn í restina. Já. Stefán kemur inn innan fyrir Gunnar. Leikmaður númer 11, Stefán Gabrasius. Fyrra ofan í. Ekki að seinna, Andri tekur hérna, tekur það og þá er Skagamenn að klára síðustu sókn leiksins. 10 sekúndur eftir og það er Karvel, einn Gleikar og Helgi og nei, Sindri, hann endar hann leik vel maður. Fallegt blokk þarna. Leikurinn endaði 90-62, 28 stiga munur og Skagamenn lengst af með 30 stiga forrystu. Þetta var nokkuð þægilegur sigur. Skagamenn eru því þá með sinn 4. sigur í deildinni í 13 leikjum og en sitja samt sem áður ennþá í næsta sæti og Ármann í næsta sæti með engan sigur en staðan er núna
Já, Skami komin upp í 8 stig og ég ætla að fara niður á völl og reyna að ná tali af einhverjum, allavega Jóni Þóri þjálfara, þannig að ég kem vonbráðar með viðtal. Andri, þið vinnið hérna með 28 stigum, svona sem áhorfanda virtist þetta að vera nokkuð þægilegur sigur, en hvernig blasti þetta við þér? Hvernig varstu spilamennska liðsins og hvernig þróaðist leikurinn bara? Við byrjum náttúrulega bara mjög vel sóknarlega og bara heldum góðu striki í sókn allan tíman. Áttum nokkra slæma kafla á varnarlega, en náðum bara að pikka þetta upp og spilaðum hörkuvörn í lokin og kláruðum þetta aftur bara. Þú sammála? Já, maður segja það. Við svona fyrsti leikur eftir langt hlé og menn að koma sér af stað og sem við erum búin að vera í góðu frí og svona, en maður veist ekki alveg hvernig maður ætti von, en við notum þennan leik svolítið til að keyra þetta upp og já, og reyna að fá sem mest út úr þessu leik og það bara gekk og allir fengi að spila og gera sitt og nú höldum við bara áfram hérna frá, sko. Þið kvöddu árið með 6 stig eftir 12 leiki. Þið ætluðu ykkur væntanlega að gera betri hluti. Hvernig lítur framhaldið út? Úrslitakeppni eitthvað svoleiðis enn í spilunum eða? Já, klárlega, sko. Það eru 3 lið að berjast myndi ég segja, þetta 5. sæti sem er síðasta sæti í úrslitakeppninni og við höfum alveg séns í það eins og allir hinnir, sko. Og það er okkar það er það markmið sem við höfum bara sett okkur að reyna að vinna það, sko. Þeir eru að fara í nokkuð þétt prógram í janúar. Þið byrja á sigri þetta, hvernig lítur framhaldið við hjá þér? Bara mjög vel, þetta er náttúrulega hörkuleikur næsta móti Val sem eru bara búin að vera þrjusugóðir. Bara eins og ég segi, við þurfum bara að spila alvöru vörn og við hefum að geta unnið öll í þessari deild. Og við stefnum alltaf á þessu úrslitakeppni og við höfum fulla trú að við getum gert það. Það var ansi margir ungir leikmenn sem fengi að spreita sig hérna í dag og það hafi verið ansi margir ungir leikmenn bara verið í hópnum allt sísonið. Hvernig heldur þetta séu framtíða leikmenn hjá Skagamönnum eða? Já, klárlega. Ég meina, það er ákveðin kynslóðaskipti að eiga sér stað hjá okkur og við erum að reyna að hafa það svona jafnt og þétt, þannig að það séu eldri leikmenn til hals og traust og svo svona smá samantæki yngri leikmenn við og þetta er bara svona fyrstu skrefin í því og vonandi getum við bara haldið því áfram svona á næstu árum og þannig að þetta verður svona bara þægileg umskipti, engin stórskellir, sko. Hvernig hefur það verið þig að koma inn í þetta lið? Það er náttúrulega mjög stressandi að spila fyrsta skipti með meistaraflokki svona, en kemur inn mjög stressaður en maður þarf bara að hafa trú á sjálfum sér og taka opnum skotin og þetta verður allt góð. Takk fyrir, til hamingju.